Herðu, já, við ætlum að tala núna klassíska músík eins og við höfum stundum gert hérna. Herðu, hjálparkokka mínir mættir, Sól og Sóley. Sóley Björnsdóttir og Sóley Lóa Smáradóttir. Við höfum fengið hérna gesti svona í gennum tíðina og þegar þið hjálpaðu mér. Já. Finnst gaman að þessu eða? Já, eða gerir þetta skildurækni? Nei, það vita sumir að þú er dóttir hans Björns Þorlákssonar sem er hérna. Og Sóley er dóttir mín. Þannig að þið eru að hlýða pöppum ykkar að koma ykkar. Nei, við vildum okkur dætti að það væri skemmtilegt og það hefur reynst, þetta verið mjög skemmtilegt þættir. Við fengið hérna gesti og samtölin verið svona lifandi og fjörug. Og nú erum við komið með hérna góða gesti sem er að fara að halda tónleika á sunnudaginn í Kammermusikklúbbnum sem er nú ein af stórveldunum íslenskri tónlist, Kammermusikklúbbnum. Eða svona? Jú, þetta er elsta kammertónleikaserían á Íslandi. Já. Sem er bara dásanlegt. Já, og vel sótt alltaf. Alltaf, já, virkilega vel sótt, sko. Líklega elsti áhorfendahópur á landinu. Jú, ég held alveg örugglega, já. En það er bara glæsilegt og það er ekki allir gamlir. Maður má koma. Allir velkomnir. Já. Allir velkomnir. Herðu, og það er Geirþrúður Guðmundsdóttir sem er sellóleikari og Rannveig Marta Sark sem er að spila á fiðlu. Jú. En með ykkur verða Herdís Mjöll Guðmundsdóttir sem er líka á fiðlu og Brian Hong á víólu sem er maðurinn þinn. Já. Herðu, þið ætlaði að spila Mendelssohn og Haydn. Já. Ég sagði að þeir vorum að setja þarna svona tvö góðmenni. Þeir eru óbáslega góðir. Já, það ekki? Jú, þeir eru bara með þeim allra bestir. Ég held að Haydn hafi verið skemmtilegasti tónskáldið. Sem manneskja. Já, svona merkilega góð merkilega svona óflókin einhvern veginn karakter. Hann var svona, ekki þessi típiski svona listamaður sem var alltaf eitthvað átti erfitt. Það verður ekkert hafa verið vondur við konuna sína eða svona eins og þeir voru margir, sko. Einhvern veginn skemmtilegur og þægilegur. Jú, voru góð kall. Merkilegt að þið upplifið þetta líka. Við erum alltaf með Haydn að skína einhvern veginn í gegn að hvað svona áreynslulaus og þægileg mannvera. Svo sannarlega, sko. Svona góð mennska. Og svona mjög einhvern veginn aðgengilegt bæði að spila og að hlusta á, sko. Þetta bara flæðir mjög náttúrulega. En hann var náttúrulega listamaður áður en að Beethoven og fleiri byggu til hvað er að vera listamaður með heiminn á herðunum. Það var nú eiginlega bara algjörðu þræll kallinn, sko. Það er ekki Haydn. Hann þurfti þetta að vinna alveg ótrúlega mikið eins og maður sér í bara hvað hann samti fáránlega mikið af tónlist. 104 symfóníur og ég man ekki svona hvað eru margir kvartettar, sko? Margir tugir. Já, 70-80 eitthvað kvartettar, sko. Þannig að hann var bara, hann var svolítið tónlistþræll, bara að skrifa. Já, Estirassi í fjölskyldunni. Já, akkurat. En fyrir vikið þá var hann líka sko ekkert endilega háður, þú veist, dómurum og svona kritik. Hann bara samti þessa músík og það var bara vinnan og þau bara nutu góðs að því og svo bara borga fyrir og svo, og í rauninni sko það heyrist alveg að hann var svo hugmyndaríkur og hann fór svo mikið út fyrir boxið sko þrátt fyrir svona reglurnar og klassíska tímanum og það er það sem er svo skemmtilegt við þessa tónlist og ég held að það sé bara því að hann var einhvern veginn í rauninni alveg frjáls til þess að gera bara sem honum sýndist, þú veist, bara svo lengi sem að greifin var ánæður. Já, hann hafði svolítið svona starfsöryggi og gat bara samið og hafði áhrif á þá sem að eftir komu. Svo mikið, sko. Hann fann í rauninni upp svona strengjakvartett formið og gerði það svona vinsælt og langlíkt eins og það hefur verið, sko. Hann kallar faðir strengjakvarsins eitthvað svoleiðis. Allir tilbaka til hans, sko. Og hefði mikil áhrif á Beethoven og þó sem koma á eftir og Mendelssohn. Já, og þetta Mendelssohn líka, sko. Já. Og við völdum að setja þessa kvartetta saman, sko, þannig að Haydn og Mendelssohn heyrir í sömu tóntegund, F-moll, sem er frekar sjaldgæf tóntegund í strengjakvartettum. Það eru ekki margir sem þetta er eini kvartettin. Nei, kannski samti Haydn einn annan í F-moll. Mögulega. En þetta er eini kvartettin sem Mendelssohn samti í F-moll. Og þannig þegar við vorum að setja saman prógramið, við völdum þetta Alberga fyrst, sko, okkur langaði mjög mikið að spila hana kvartett eftir hana og svo kom þessi hugmynd að hafa Mendelssohn og þá voru einmitt að hugsa, já, þessi Haydn, hann myndi virkilega, hann svona, eru ólíkir en samt einhvern veginn það að þessi tóntegund sem er frekar dökk og svolítið stormarsum, sko, þeir eiga þetta mjög sameiginlegt og kalla svolítið á, sko. En fyrir þá sem ekki eru í tónlist, hvað er F-moll? F-moll, sko, þetta er tóntegund, það eru til hérna ýmsu tóntegundir. F-moll er frekar svo dökkur, hann er dramatískur, drungalegur, maður sér það ef maður fer að skoða svona tónlistasöguna, þá... Skemmtilegt fyrir sellóið svolítið.
Jú, mjög skemmtilegt fyrir sellóið af því að séð sem lægsti strengurinn á sellóinu og þá lægsti strengurinn í kvartetnum öllum, þetta lægsta nótan sem getur komið fram í strengjakvartetnum. Þetta mjög mikilvæg nóta fyrir F-mólin af því þetta nótan sem stekkur svo upp á F og þá erum við komin heim. Oftast fyrir við að fá C og yfir á F og þá erum við komin heim í F-mólin. Það enginn sem getur komið okkur heim nema þú og sellóinu. Kannski ekki, en það mun aldrei komast heim á eins svona ánægilegan hátt, getum við sagt, nema að sellóið sé með, sko. En maður sér, ef maður fer að skoða svona korpusa af tónverkum að mismunandi tóntegundir fara að hafa mismunandi karaktera fyrir tónskáldin. Og til dæmis frægt að E-stúr frekar svona hetjulegur og þess vegna hetjusymfónían eftir Beethoven í E-stúr. Og til dæmis þá 7. symfónían eftir Beethoven í F-dúr, þetta pastoral sveitasymfónían, en það fjórði kaplinn stormakaplinn og hann fer yfir í moll, yfir í F-moll. Þetta svona storma sem tóntegund og maður heyrir þetta svo, þennan þráð, sko, hvernig tóntegundin svona, hún hefur þessa merkingu fyrir tónskáldin og líka þeir hafa þetta, þannig að þetta bara svona tungumál sem þróast í gegnum tíman. En F-mólinn, hann stormatóntegund, þetta dramatísk tóntegund, hún mjög svona, angistafull. Já, allavega Mendelssohn semur þennan kvartett, þetta síðasta verkið sem hann samdi og eiginlega bara stutt áður en hann deyr og þetta semur hann líka stutt eftir að systir hans lést og þau voru mjög náin, þannig að hann var í miklu uppnámi og maður heyrir það svo virkilega í tónlistinni, það svo mikil angist og bara mikill svona órói í þessari tónlist. Já, eins og reyna að koma út þessum tilfinningum systur missin, sko. Já, þannig að manni finnst þessi tóntegund alveg vera svona valin á þessu árið. Sko, akkurat, til þess að reyna að tjá þessar svo miklu tilfinningar, sko. Stelpa, hvernig finnst ykkur hættin? Mjög fín, mjög mikill karakter. Mjög mikill karakter. Gaman að spila hann. Það gaman að spila hann nefnilega. Já. Það eitthvað í hættan sem svo, það bara gaman að spila hann, ég veit ekki alveg af hverju, en hann svona, Ég held að það skýn í gegn að það verið bara svona skemmtilegur. Hann verið skemmtilegur, akkurat, og hann gerir tónlistamönnum einhvern veginn auðvelt fyrir að spila og skilja sig, skilja hvað hann vildi, sem mjög, það er svolítið næs þegar maður getur sest niður og svona. En það náttúrulega það sem að eftir fylgdi svolítið hans leið. Haldið að sé ólíkt að því að við erum bara búið að sníða eyrun okkar að þessari tónlist. Haldið að það hafi verið öðruvísi þegar hann var að spila fyrir Greifan? Þetta hafi verið nýstárlegra? Miklu. Algjörlega. Það var líka mikill húmor í kallinum, sko. Hann gerir margt svona svolítið fyndið einhvern veginn í tónlistinni og maður getur rétt ímyndað sér að á þeim tíma þegar þetta hefur aldrei gerst áður, hvað það hlýtur að hafa verið skemmtilegt og spennandi. Og hann var að leyfa sér að vera fyndinn, sko, í músík á hátt sem var svolítið nýstárleg, held ég. Að vera virkilega, sko, að segja brandara. Það er kannski nýstárlegt í dag líka. Það er engin svona nútíma tónskáldunum að reyna að vera að finna. Það vantar svolítið, sko, í klassíska tónlist þennan, sko, húmorinn svona alveg á yfirborðinu. Það vantar nefnilega svolítið það. Þetta fer mjög fljótt út í alvarleikann, sko. Sérstaklega undanfarna áratíð, sko. Jú, kannski í gegnum alla 20. öldina, sko. Það var þetta svo mikil breyting sem varð á tónlist eftir Schönberg og eftir þetta fór út í svona tóntegunda leysi og þannig að við erum ennþá kannski að reyna að finna okkur aftur leið í þennan léttleika, sko. Já, ég heyrði með þetta að hann samdi sinfóní sem hétt Surprise Symphony. Og hann sem sagt sagði af því að hann tók eftir því að fólk var að sofa mjög mikið á tónleikum hjá honum, þannig að hann ákvað hafa bara létta lælinu bara og síðan bara allt í henni kemur bara einhverja bang. Þannig maður á að snúa, þegar maður að hlusta á þetta, á maður að snúa öfugt og horfa á áhorfendur. Já, akkurat. Og góði flutningur, það er svolítið erfitt núna, sko, að spila eins og þetta verk, af því að tilgangurinn var, að reyna, að slá fólk utanundir. Og núna þekkir fólk þetta er einn frægastan symfónían hans og fólk þekkir hann svo vel. Og þannig að góði flutningur reynir að endurvekja þetta með einhverjum hætti, held ég. Það er svona mín. Mér var eitthvað sagt, ég veit ekki alveg hvort það sé sönnsaga eða hvort það sé eitthvað, hann dó náttúrulega, af því hann var vinnuhjú, þannig að Esterházy fjölskylda leit svo á hann ættan. Þannig að þeir tóku hausinn á honum og suðan,
og höfðu hauskúpun á honum á fíklinu. Það? Ég vissi það ekki. Ég vissi það, ég hef hrætt þessu. Þetta var mér sagt. Nú Og sem að sýnir svona dæmi það hvaða vald greifin hafði, sko. Já, en líka greinilega hversu mikilvægur hættin hefur Hversu mikil verið áhrif. honum, Já. getur við Já. sagt líka. Þú veist, það er vilt í fara og sjóðan til þess að keima hann. Já. Svo geta þeir sem eru að hlusta á þetta og hugsa, nei, djúvill er það smart að hafa hauskúpun á hætin á flíklinum. Þeir Já. ættu að skoða sinn gang. Þeir svona eru líka komnir klassísk, aðeins svo já. langt í svona Elon Muskisma eitthvað. Ég heyrði þetta einhvers staðar. Ég hef aldrei heyrt þetta. Ég hef aldrei heyrt Þetta er þetta. aðeinslega saga. samt. Ég vil Kannski mun einhver leiðrétt þetta. kannski við komumst á því. Ég verð að frætta þessu upp þegar ég kem heim til að sjá hvort þetta er aðeinslega saga. Ég En vona mér að það sé sagt sann. þetta frá að hver raunveruleg staða hans var, sko. Hún Já. var ekki, þráttur að hann væri, sko, Já, allir búin að já. gleyma allri þessari greifafjölskyldu, sko, sundur og saman, sko. Já, já. Hann er Akkurat. búin að gefa okkur stórkostlega hluti, en þá var Já, þetta var en samstæða. það verður ekkert eins og líkið hans fengi ferði fjölskyldunar eða eitthvað svoleiðis, sko. Herði, en Mendelssohn, hann er eiginlega eitt af þessum allra mestu undraböndum sem hafa orðið til í tónlist. Já. Og það verður ekki alltaf orðið neitt sérstaklega mikið úr þeim. Og ég með Mendelssohn, miðað við, hann var alltaf eitthvað ótrúlegt undrabönd. Já, alveg, svona. Já, bara, já. það er bara kannski, þú myndir kannski setja 5 Já, já. í þennan flokk, sko. Þessi Mozart sko og- strengjakvartettarnir sem hann samdi þegar hann var 13 ára Já. eru bara með þeim allra bestu sem maður heyrir, sko. Og En varði já. nokkuð úr honum miðað við hvað hann var mikið undrabarni í upphafi? Veistu, þetta er svona svolítið hjartansmá fyrir mig. Já. Af því að Mendelssohn finnst mér, hann nýtur ekki alveg þeirra virðingar sem mér finnst hann ætti. En Mendelssohn er eitt allra svona besta tónskaldi, finnst mér. Mér finnst hann alveg æðislegur. Hann gerir allt vel. Í rauninni, sko. Hann er alveg, og hann hefur alltaf þennan neista, sko. Það er einhver svona neisti í Mendelssohn, svolítið eins og í Mozart og hvernig hann dregur saman hugmyndir úr Bach og hugmyndir úr Haydn og Mozart og setur þær í þennan svona hans romantískari búning. Þetta er alveg, hann er alveg brilljant og hann er svolítið svona, kannski settur sem svona B+ tónskáld hjá sumum, sko. Já. Og fyrir mér er hann algjörlega alveg A+. Hann er alveg æðislegur, það er eitthvað virkilega svona, já. Þú myndir taka hann frekar en Bach. Nei, Bach er alveg með honum, sko. En það er enginn Mendelssohn- að fyrir frá Bach. Það er nú eiginlega Mendelssohn að þakka samt að við þekkjum Bach í dag vegna þess að hann gróf upp þessa nótur þegar Já, allir voru búin að stengla honum og fór að flytja á Það er tónleikum. svolítið skemmt er þetta að hann fór einmitt að setja saman tónleika sem voru svona historical music, þú veist, svona gömul tónlist, Já. sem eru þetta allir tónleikar okkar í dag eru Gömul gömul tónlist. og svo Já, er maður það er af og alveg. til eins og við með eitt nýtt verk, en þetta var svona að hann var að reyna að setja saman tónleika með Bach og Beethoven var svona ný hugmynd og þú veist, þetta var svona byrjunin á þessari breytingu yfir í það að klassísk tónlist sé öll gömul tónlist. Já, Hún var sígild. það ekki, já, hún var það ekki þegar hann var. Nei, það Það spilaði er Það var bara alltaf það sem sami var, ný og ný músík. Já, það var bara verið hugmyndir að vera að já. spila gamla músík var bara Það var kannski. svolítið, það var bara spes. já, Hver var munur? Hvað var Bach gamall hann að músíkin hans gömul þegar hún er ekki bara nokkra ára? 100 ára 100 gömul. ára. Hann dó 1750, þetta hefur verið svona, já, hann er cirka 100, en hann hefur bara svona semi-gleymst, sko, eftir að hann deyr. Og hann var stúderaður bara svona af tónskáldum, hann var svona tónskáld. En það þótti náttúrulega bara gamaldags, þannig að sendi í barokk stíl og fólk var farað saman í klassískum stíl og svo smá í romantískum stíl Já. og Bach var náttúrulega bara einhvern veginn ekki lengur í tísku. Þetta var Já. akkurat ekki tísku lengur, sko. Helvítis harmoníkutónlist. Já, akkurat. Já. Sóli, Mendelssohn. Já, ég hef ekki spilað mikið eftir Mendelssohn. Ég hef spilað eitt strengjakvartett og síðan fiðlukonsertin. En Það er nú bara einn þetta tvennt, aðal sko. fiðlukonsistin. Já, það er satt, já. og eitt það er hans besti. besta verk, sko. Já. Já. Og það er svona, maður myndi segja að það verið fallegt. Það er Mjög. mjög fallegt, já. Hann gatt samið þessar æðislu laglínur. Það er svona sum tónskáld sem semja virkilega ótrúlega laglínur. Og hann var eitt þeirra, finnst mér, sko. Það sem er einhvern veginn svona náðargjöf. Já, akkurat, eitthvað. Eins og að vera hagmæltur eða eitthvað. Já, akkurat. Það ekki? Já, það var ekki, já. Þess að þetta rennur bara upp úr sumum, sko. Já, Já, algjörlega. já. Eins og ljóðskáld eða eitthvað svoleiðis, sko. Eins og Tchaikovsky, ekki Já, bara Tchaikovsky. eyðileggur eiginlega öll verki sín með Já, allt og með mikið af laglínum, sko. óafgóðum laglínum, Já. akkurat, já. Já. Það verður eins og... Hvernig, Mendelssohn, þú spila hann? Já, ég er að spila pianotríó. Númer 1. Æðislegur. Það er ekta svona, já, og Já, þú veist, yndislegt. laglínunar í þessu tríó eru bara hver á fætur hann, öðru, sko, það er bara, þannig að það er bara ótrúlega, sko. Og svo tekur hann einmitt Bach, eða ekki kóral, í Jú. þriðkaflanum Í og það er
ekki, síðasta kaflanum, já, og það er bara alveg stórkostlegt. Já, alveg æðislegt. Já, þetta svona, og þegar maður kemur að endan á þessu tríu, þá er maður bara komið til himna, sko, bara, það er magna. Já, sammála því. En þið erðu með þessa gömlu snillíka. Já. Og pakkið Elinor Alberga. Má ég vera með svona sem maður á aldrei að vera með svona þekkingarspurningar. Veistu hvað það er? Nei. Veistu hvað það er? Nei. Hver er það? Þetta er sko æðislegt tónskáld sem að ég er mjög hrifin af og reyni alltaf að spila sem mest eitthvað eftir og hún er sem sagt kona, nú lifandi og frá Jamaica upprunalega og býr í Bretlandi og er orðin svona 75 ára gömul. Ég heldur að ég fætt 49. Einmitt, þannig að hún er búin að vera alveg mjög virk sko, sem bæði píanóleikari, var mikill virtuósa píanist á sínum tíma og tónskáld og vann fyrir einhvers konar danskompani í Bretlandi og stjórnandi og tónskáld þar en hún hefur samið 4 strengjakvartetta, hún er glænýr að fara að koma. Já, er að koma bara eftir viku. Já, eftir viku. Spennandi. Og þetta er semst annar strengjakvartettin hennar og hann er svona 15 mínútur, þannig að hann er ekkert oflangur, hann er bara í einum kafla en hann er mjög krefjandi, þannig að þetta er svona alveg... Hún skrifa mjög krefjandi músík, sko. Hvað er krefjandi við hennar? Það er rytmin, sko. Það er rytmin, hún er mjög rytmísk tónskáld. Já, þetta er mjög svona grúfi, sko, mjög svona einhvern veginn og mikla tempóbreytingar og takt svona breytingar, þú veist, það fer úr bara svona 4/4 yfir í 7/8 eða þú veist, allt er 5/8 þannig að þetta er svona alltaf að breytast þannig að þetta er ekki bara svona sem maður getur einhvern veginn klappað með þú veist, maður þarf að vera alveg á tánum alltaf að breyta Alltaf teljandi, maður verður að telja bara hvert einasta slag, annars tínsnöður en þetta er svolítið skemmtilegt, það sem hún gerir er sko, hún er kannski mjög frekar einfalda laglínu í rauninni en hún er alltaf hún er að taka sama efni, í rauninni er bara eitt stef sem er alltaf að breytast í þessu verki. Hún takir bara fyrir þetta stef sem að heyrir í byrjun og svo er það út allt í öllu verkinu, hægt og hratt og... Leika sér við þetta. Menn hafa nú verið að leika sér með þetta. Akkurat. Þetta er bara mjög svona... Það mætti halda það að vera akademíst en svo er það svo spennandi hvernig hún gerir þetta. En það sem hún gerir, hún tekur þetta stef og þú veist, í einum takti er það í 4/4 og svo bætir hún kannski einu slagi við það og þá er eins og það verði svolítið svona aðeins ójafnvægi, maður tekur ekki alveg eftir því en einhvern veginn er maður komin á aðeins á hlið og svo aftur í 4/4 og svo í 3/4, hún er alltaf að taka frá og bæta við slögum og íta hlutum til og frá, þannig að maður fær aldrei bara þetta jafnvægi sem maður fær alltaf í hæten þar sem allt er svona mjög jafnt og symmetríst sko. Hún er alltaf að reyna að íta symmetríunni til hliðar á þess að segja ómstríða já, ómstríða í rytma þetta er svona rytmísk ómstríða En má heyra á músíkinni að hún sé frá Jamaica? Hún er Já, algjörlega, mér finnst þið með rytmi þetta er einhvern veginn svo grúfið, þetta er svona ekki eins og klassísk tónlist er yfirleitt, þannig að maður heyra alveg að þarna eru alls konar Já, það er ykkur áhrif og þetta er svona ótrúlega einhvern veginn danslegt líka og svo líka er samt svo ótrúlega fallegur sko hljómagangur hjá henni, þetta er svona stundum ómstríkt en samt líka rosalega rómantískt finnst mér oft. Í rauninni mjög sko svona tónal. Já, mjög tónal og einmitt ofta eitthvað svona mjög skemmtileg svona einhvern blæbrigði sem að þú veist eru mjög svona myndræn sem að svona sér svo auðvitað fyrir sér einhver dreggskó eða eitthvað svona þú veist að það er bara svona allt, þetta er mjög svona einhvern veginn sérstakt svona bara sound einhvern veginn og mjög sérstak og ekki einhvern veginn, mér finnst það ekki vera að herma eftir neinum tónskáldum. Já. Og hún dregur inspiration frá tónlist Jamaica, hún lærði sjálf held ég svona hefðbundna tónlist, hún lærði í skólanum þar og hún flutti erlendis og dregur inspiration frá dansi og það má virkilega heyra í öllum verkum hennar en í þessu líka, jáfnvel þó þetta sé svona það er engin saga á bakvið þennan kvartett, ýmislegt sem hún skrifaðir er að draga inspiration frá sko, hún setur svona prógrammúsík þar sem það er einhver saga sem fylgir verkinu sko. En þetta er svona meira kannski bara formlegt, þannig þetta er bara strengjakvartett en það má samt finna þessi svona sérstaklega rytmísku einkenni. Hún er alveg upp þarna í Kingston, ég fór á flettina þessu. Svo fer hún bara í nám til Bretlands og snýr ekki aftur. Já, býr þar enn.
sem náttúrulega stórir hópar, fólki frá Jamaica sem að búa í Bretlandi. Já, akkurat. Stórir hópar. Já. Þannig þetta spennandi. Finnst ykkur þetta spennandi? Já. Ég hef stundum gert grína ykkur að þeir eru svona frekar, svona klassískar í vali. Finnst gamla músíkin betri? Já. Nýrri músíkin erfið. Og ég skil það sko, að það alveg mikið af nútíma músík sem svona svolítið erfitt að komast í gegnum, en þetta alveg með betri, virkilega skemmtilega nútíma tónskáldum. Svona banger, eins og þeir segja. Já, algjör banger, þetta algjör stuð. En hún hefur líka samið 2 verk fyrir fiðlu og píanó sem þið getið þá spilað, því ég hef spilað þau bæði og þau eru rosalega flott og eitt er sko byggt á Brahms vögguvísunni og er alveg rosalega svona, já. Er það sem þú spilaðir í sumar? Það var hitt. Það var hitt, ok. En hitt, svo, með Brahms það hefur spilað áður, en já, þetta eru bara rosalega flott verk. Já, Rannveig smátt og smátt að vinna sig í gegnum alla. Já, Alberga kanónin, sko. Já. Það vantar svolítið nýri músík á efnisskránar, það er ekki alls staðar. Jú, það er bara í rauninni, það er eiginlega alltaf þannig að það sé bara svona eitt af helst stutt sko. Það er erfitt, það er mjög erfitt held ég fyrir tónskáld í dag er að þau þurfa svo mikið að semja innan bara 15 mínútur og ekki meira. Það er mjög erfitt fyrir þau að fá bara tíman á prógraminu til þess að semja 40 mínútur symfóníu. Þannig að þegar stóra symfóníur eru að panta verka þá eru þeir raunverulega að panta 12 mínútur. Akkurat, þeir eru að stinga einhverju svona á milli konsertsins og symfóníunar. Og það má helst ekki vera lengra en 10-15 mínútur. Þannig að symfóníun, þetta er oft bara stutt verk í upphafi. Já, einmitt. Það er svona rosa gaman þegar að koma stærri verk og yfirleitt er þetta skemmtilegustu tónleikarnir á sísoninu eða hvað. Akkurat, já. Það reyrir eitthvað allt í eitthvað sem maður hafi gert áður. Algjörlega. Og þess vegna er þetta eins og Myrkir-músíkdagar að reyna að gera úr því að hafa bara heila tónleikar sem eru nútíma verk, en það væri skemmtilegt að það væri meira af kannski einn stutt forleikur eftir Haydn, konsert og svo heilt, 40 mínútna, 50 mínútna svona bitastætt nýtt verk. Kannski er þetta Mendelssohn að kenna sem að koma með gömlu verk. Það gæti nefnilega svolítið verið, hann endur svona vakt þetta Ég upphafi skildi endur skoða. Já, nefnilega, sko. Það mætti svolítið prófa að breyta þessu, finnst mér. Ég er mér skilst að ef maður færi á efniskrá og svona stóru symfóníuna kannski á fyrri hluta síðustu aldar, þá var miklu meira nýri músík. Og mér var ekkert sagt að stæðsta áfallið hafi verið LP-platan. Þegar að mæta allt í áhorfendur búnir að hlusta á symfóníunar, af því áður var þetta bara 78 snúningar sem voru yfirleitt aríur sem að rúmuðust og kannski svona smærri verk. En þarna mætir allt innu fólk á symfóníutónleika og vill fá sínar symfóníur sem ég er búin að hlusta og allt innu breytist allt saman að áhorfendurnir eru að bera saman við upptökuna og það meðist nú að öðruvísi áherslu hjá Barenbaum með Naskinasi og allt innu er þetta orðið eitthvað svona eins og eitthvað þekkingafræðilega og þetta hafi verið eiginlega og til þess mínimalistanir sem að voru að koma þarna, þeir fengu ekki pláss, fröktust inn í listasöfnin og ég held að verið meira og minna í myndlistasölum í New York. Þeir fengu aldrei að vera með í tónleikunum. En þeim hefur svolítið tekist að brjótast út úr þessu og núna, og maður, þeir sömdu þessi stóri, löngu verk, 50-90 mínútna verk og þeim tók svolítið að íta sér inn í og með því að held ég að líta svolítið til, þeir draga þetta inspiration frá poppi og náðu svolítið höfða til yngra fólks og gáðis ekkert og héldu áfram að semja í sama stíl alla ævi og voru ekkert að breyta til og reyna að þóknast fólki. Það er svona, svo verið að þjálfa fólki að vera píanóleikarar og fiðluleikarar og þeir eru látnir spila í gegnum allt gamla dótið. Og allir sem að gera það, sérstaklega fiðla og svona strengja, það er bara Bach. Já. Það er mikill Bach. Ekki, hvað ef þú mætti velja besta tónskáld sögunar? Það er nú ómögulegt að gera það en Bach er alltaf einn af svona topp 3 Já. Sóli? Hann er nummer 1 hjá mér. Já. Sól? Mögulega Rachmaninoff. Hann er bara píanó. Ekta píanisti. Já. Það var ekki til píanó þegar Bach var. En svo er þetta bara,
þetta er auðvitað bara svo æðisleg músík. Við erum auðvitað líka svo heppin að Mendelssohn hafi endur vakið Bach og kennt öllum hvað hann væri frábær, sko, því að við höfum aðgang að þessari músík sem bara aftur í tíman, sko, og við fáum að hlusta á hana eins og hún sé bara. Haldið sé músíkan úti sem við vitum ekki af eftir að uppgötast? Sko alveg pottjætt, en svo náttúrulega fólk alltaf að finna einhver svona tónskál sem eru kannski ekki tala vel þekkt sko frá klassíska tímanum eða barokktímanum og þá er fólk... Það er náttúrulega verið að reyna að finna þær bara... Já, akkurat. Og svo ofta er maður svolítið spenntur sko að frétta af einhverju tónskáldi sem maður hefur ekki heyrt áður og bara já, býtu, akkur spilar enginn þetta, en yfirleitt kemst maður að það er einhver ástæði fyrir að þetta er ekki spilað, að þetta eru eiginlega bara þessi bestu verk sem hafa einhvern veginn lifað af sko allan þennan tíma, þú veist, það er eitthvað bara við Bach og Beethoven og þú veist þessa meistara, það er bara þeir voru á einhver öðru plani heldur en margir sko sem voru á sama tíma. Jú, það er alveg satt. Það er mjög margir eins og maður sér mikið sko á tímum Mozart, það eru margir sem sömdu sko mjög góða músík í þessum stíl. En það eru mjög fáir sem einhvern veginn, og það er eitthvað kannski við sko að þeir þorðu kannski ekki að taka eins margar áhættur. Og maður sér að Mozart gerði og það er það sem gerði hann... Það er kannski bara 1-2 verk sem eru bara góð. Akkurat, en get ekki komið með heilu bókasöfnin eins og þessi kallar. Nefnilega, sko. En svo, ég er viss að sé fullt af tónskáldur sem við eigum eftir að kynnast. Og sérstaklega það örugglega eftir konur sem að fengu náttúrulega ekki endilega tækifæri. En það fengu þetta heldur ekki sko sömu tækifæri til þess að þroskast og þróa sinn stíl. Af því það bara fengu ekki, þú veist, fengu ekki greitt fyrir að gera það, fengu ekki hvatningu og stuðning til þess að vinna í þessu á sama hátt. Það er eins og gott að við gleymum, mesta músíkinni gleymist, það er bara gott. Já, svona einhverju liti. Það er við höfum bara ekki nógu mörg eyru í það. Nei, svo er svo mikið á tónlist. Svo sem ekki, en það er kannski svolítið hlutverk tónlistamanna að reyna sko að jáfnvel þó að maður setjast bara niður og ætla að lesa sig í gegnum þetta bara til þess að kynnast þess og sjá og maður lærir margt, jáfnvel þótt maður svo að segja, þetta er kannski ekki alveg jafn gott og Mozart og Beethoven, en maður lærir svo mikið sko bara stíl þess tíma, hvað tónskáld, sko önnur tónskáld og tónskáld almennt voru að hugsa, hvaða svona mynstur, já, ég þekki þetta er svipað þetta og þetta segir manni svolítið bara tónlist þess tíma, þannig að það er rosa mikið gildi finnst mér samt í því að reyna að kynna sér eins mikla tónlist og hægt er. Það er rétt. Hérna, þið nefndu myrka músíkdaga, þeir eru bara leiðin eða ekki, ekki alltaf þetta leiti? Þeir eru bara í lok mánaðarins, held ég. Eru þið að spila þar eða? Nei, ekki í ár. Ég hef gert áður samt, ég gaf út plötu með mömmu minni, við erum Dúa og Freyja og við frumfluttum 6 verk eftir 6 íslenska konur fyrir svona 5 árum, nei 6 árum guð. Og hérna, já, þá vorum við á myrkum og það var algjör stemning sko, það var mjög gaman það var bara einmitt, þetta er svo flott festival, maður fer bara daglega á alls konar tónleika og heyrir frumflutninga, bara hægri og vinstri og já, það er mjög spennandi. Og hefur tekist að halda svo lífi eitthvað? Já, það er nefnilega aðeinslegt hvað þetta er ennþá sterkt. Er þú nokkuð að spila á myrkum? Já, 2 svar. Tvisvar? Og hvað er að spila? Músarýra eftir Þurí Jónsdóttir. Það er hérna... Varstu ekki að spila dagina í einhverju keppni? Jú, ég var að frumflytja það í útvarpinu og hérna, það var sem sagt sami fyrir eftir píanókeppnina. Og síðan hérna 4-handverk, ég man ekki eftir hvern, en já. En það byrjar 2005, þá byrjar mikil músíkdagar. En áður en að því kemur þá er hérna spennandi tónleikar með symfóníunni á 50. daginn. Þar stjórnar Bjarni Frímann Bjarnason. Það er hérna symfóníu nr. 5 eftir Sjóstakovits. Alveg æðisleg. Alltaf gaman að horfa á symfóníu spila Sjóstakovits. Já. Því það er svo mikið í gangi. Sko. Já. Og þetta er mjög svona líkamleg tónlist. Maður þarf virkilega að nota alla vöðva líkamar svona til þess að, já. Maður hvet fólk til þess að vera í stúkusæti og fylgjast með hljómsveitina því það er svo mikið í gangi. Það er svo dramatískt. Það er að vera ógeðslega gaman að spila þetta. Ótrúlega, maður sér líka allir lifa sér svo mikið inn í það, sko, það finnst öllum gaman að spila þetta, þannig að þetta er einhvern svona, það er einhver kraftur. Hann skrifar vel fyrir öll hljóðfærin. Já. Það er einhvern veginn... Sem er ekki allir sem að gera það. Nei, ekki alveg, sko, og ekki á þannan hátt, það er einhvern veginn, þetta liggur vel, finnst mér, fyrir sellóðum, það hljóma eins og það liggi vel fyrir eiginlega öll hljóðfærin og svona jafnvíkt, sko, það er ekki eins og það mæði mest á einni grúppu frekar en á annari, allir taka svona
rosa mikið virkan þátt og fá að njóta sín. Já, og það ekki mörg tónskáld sem að einhvern veginn ná svona rosalegri tökum á symfóníulustinni. Já. Það geta samið svona. Já, það sem eiginlega, það bara hann og nokkrir. Já, hann var virkilega mikið svona Mahler kannski, eða hvað? Jú, Já. Mahler hann var með þess að hljómsveit fyrir fram að sig alla sína hunds og kalla tíð. Algjörlega. En Mahler hann er öðruvísi og hann er á vissan hátt svona finnst mér að minnst sem seljuleikara, hann er erfiðari sko. Það eitthvað við Sjostakovich sem svona hann smellur alveg svona undir hendina og svona Mahler þar í aðeins að setjast niður og fatta og æfa mig meira og en jú, þeir eru báðir svona frábærir útsetjarar í rauninni. Þeir nota hljómsveitina rosalega vel. Það er mismunandi með þá, hvernig eru tónskáldin, hvernig eru góðir. Algjörlega. Og það náttúrulega, við vorum að tala að það verður að panta svo stutt nútíma tónskáldunum. Þá eigum við náttúrulega færri og færri sem að ráða við þetta. Já, því það lítur að vera þurfa rosalega æfingu að ráða við hljómsveit sko. Algjörlega. Það þarf að semja svolítið mikið og þú ert að heyra verkið þín aftur og aftur. Já, akkurat. Og Mahler fekk auðvitað bara stjórna hljómsveitina og heyra, ég veit hvað virkar ekki. Og maður sér svolítið í því sko, það sem hann skrifar í partana virkar rosa mikið eins og hann sé sko, jú aðeins minna hérna. Býtu aðeins meira hérna, nei, stittra, eins og hann sé svona svolítið að sko fara inn eftir að hafa samið og edita, sko. Já, þetta virka ekki eins vel, ég þarf að minna trompetin á að hérna þarf hann virkilega... Menn á milli symfónía? Já. Það var eitt sem að var sagt Mahler. Það var eitthvað sem sagði, þetta allt saman lagið. Það svolítið svona, þú gætir eiginlega upplifa það. Því að sömuleyti það vatnar svo mikið á milli verkana hjá honum. Þetta er svona eiginlega, þar maður að hlusta á hann allan, sko. Já, ég veit hvað meinar, sko. Hann er með þetta er hæðni, sko, ég er ekki að meina þetta. Já, hann er með mjög afgerandi stíl, sko, og það heyrir strax að það sé Mahler, sko. Já, eitthvað svona tótt. Já. Síðan það felukonsert, Beethoven. Já. Og það er Clara Yumi Kang. Já. Frá Suður Kóreu sem kemur, vitið ekki það hana? Nei. Hún er svolítið fræg sko, hún er rosalega flott. Já, hún er æðisleg. Ég man því ég heyrði fyrst, ég held að hún hafi unnið Tchaikovsky keppnina. Heldur hann hefði ekki unnið og ég var mjög, ég var svolítið pyrruð við því sko, hún var alveg í toppsætum. Já, ok, en vann ekki, ég man en hún vakti rosa mikla athygli í þessari Tchaikovsky keppni fyrir svona 10 árum kannski. Einmitt, og svo hefur hún bara verið túrandi sólisti síðan og spilar bara alla þessa konserta, en hún er rosalega mikill listamaður, mér finnst hún alveg dásamleg sko. Og Beethoven er náttúrulega bara algjör gullmóli í repertoárinu. Uppáhalds konsert minn. Já. Af öllum held ég konsertum, bara sem nokkuð tíma hafi verið, bara jafnvel konsertum almennt, ef ég þyrfti að velja einn konsert til þess að taka með mér á eyðiðjuna, þá held ég að væri Beethoven fiðlukonsertin. Sóley, hefur þú reynt yfir þann? Nei, ég hef ekki gert það. Það verður mikil veisla, mæli með þessum tónleikum. Það er svolítið fiðlukennarar forðast svolítið að leggja Beethoven fyrir nemendur af því að hann er talin svo viðkvæmur og svolítið heilagur sko. Einmitt. Þannig að þessi konsert Þú þarft að vera þroskuð manneskja til þess að spila. Já. Ekki þessi svo tæknilega erfiður eða? Ekkert endilega sko, ég hef ekki spilað hann sko í heilsinni, ég hef aðeins æft hann en ég hef einhvern veginn líka verið eitthvað hrætt við hann en já hann einhvern veginn sérstakur sko, maður með ekki alveg snertan fyrir maður sér tilbúin. Einmitt, hann er erfiður en hann er samt ekkert þannig sér erfiður en margt annað, það er bara aðalega einmitt að svona, maður þarf að vera einhvern veginn, hann er svo mikið af dýftina að það er einhvern veginn, má ekki bara spila hann svona eins og ykkur á etíðu, þú veist ekki að maður getur gert það með annan konsert en það einhvern veginn er eitthvað rosalega heilagt og fallegt við annan konsert að maður þarf svona að taka því mjög alvarlega. Já, akkurat. Hvaða symfóni er þetta númer 5 hjá Sjostakovich? Já. Þetta bara, held ég, er ekki bara hans allra frægasta. Jú, ef ein symfóni eftir hann er frægar en hinnar, þá er það þessi, sko. Hún er alveg svona, já, kannski svolítið svona mjög típisk af honum sko. Það er sagt mikið, það er mikið talað og skrifað sko að Sjostakovich hafi hann verið að streitast á móti Stalin og móti Sovjetríkinum. Stalin er náttúrulega næstuði meðhöfundur sko, því að hann heldur honum innan marka. Já, akkurat. Ef við höfum ekki haft Stalin til að halda Sjostakovich innan marka, þá hann enda bara eins og Boulez eða eitthvað sko. Já. Já. Á þess að ég ætla að vera að þakka Stalinu. Já.
Að þá hann náttúrulega eins og stundum sagt reyndar að það sem er búið til svona erfiðleikar fyrir listamannin og höfundin. Jú, þá líklega Sjostakovits besta dæmi það hvað erfiðleikarnir geta eiginlega búið til stórkostlega hluti. Já, hann að reyna að semja innan réttra marka, vissra marka sem örugglega erfitt fyrir hann held ég að vita hver séu, en samt að vera samkvæmur sjálfum sér, sko. En svo svona, það kannski svolítið óljóst líka með Sjostakovits hvar hann stóð í þessu, sko, hversu mikið hann var, þú veist, bókstaflega svona að reyna að streitast á móti undir niðri í tónlistinni, hversu mikið hann var svona að líka kannski bara leitast eftir því að koma sinni tónlist áfram og að hún fengi flutning, sko, og þannig það ekki alveg ljós, sko, hvar hann stendur í þessu. Mér finnst hann svolítið, hann fer mjög dullt, sko, með sig. Og maður heyrir það í músíkinni, finnst mér. Hún svolítið svona... Það var hann líka með eiginlega bestu flytjendur í heimi. Jú, hann var það þetta. Það var ótrúlega kynslóðir af tónlistarmönnum sem voru þarna, sko. Já, og rússneski skólinn jafnvel enn í dag, sko, bara hann mjög svona þekktur fyrir þennan svakalega, sko, aga og þetta sound sem rússarnir ná, sko, í sínu tónlistarmenntakerfi, sko. Það mjög einstakt. Þannig að hann fekk alveg að vinna með þeim allra bestu. Ég held að hann var eitt frægur fiðlukennari í Odessa. Nú menn ekki hvað hann heitir. Ég held að Vengerov hafi verið svona með þeim yngstu sem hann lærði honum. Hann sagði einhvern tímann að ég vil kenna nemendum mínum alla tækni áður að vera 5 ára. Vá. Svo vil ég kenna þeim músík. Það bara klára afgreiða máli snemma. En það getur Vengerov ekki spila lengur út af sína skjabólgu. Já, hann nú byrjaður aftur held ég. Já. Hann eitthvað að spila. Hann líka stjórnað, það ekki? Jú, hann mikið að stjórnað, já. Ég held að sé eitthvað aftur að spila núna, sko, því hann fekk svo. Alltaf væntum hann, ég heyrði hann í háskólabíðinsinu og það var bara eina eftirminnilegast að bara allt í einu þegar hann dregur þá kemur bara eitthvað hljómur sem ég aldrei heyrði og eins og gerir stundum, það fannst mér eins og hann væri bara að spila fyrir mig, sko. Já, hann hefur þetta, sko, alveg. Ótrúlega fallegur hljómurinn í filmni. Ótrúlega, sko. Finnst það ekki svolítið? Ég hef alltaf verið að halda einhverjum aðinni. Svo gefur þú með okkur aðra. Ég man því ég kynntist honum fyrst, sko, þegar ég held að það verið Sibelius fiðlukonsertinn, upptaknans á honum, sem ég heyrði þegar ég var í menntaskóla þá og var alveg, sko, hugfangin af þessu soundi, sko, þessum tóni sem hann náði í hljóðfærinu, sko. Hann getur tekið eitthvað sem að, þú veist, maður er kannski næstu búin að fá leiða og allir búin að jöðast á þetta, svo allir spilar hann og eins og bara aldrei hitt áður. Akkurat. Ótrúlegur. Virkilega svona. Ótrúlegur kraftakunnar. Allir á symfóníuna daginn. Þetta er svaka stykki sem eru. Er þetta bara þessi tvö? Já, hérna. Ok. Bara... Þetta nútíma tónskáldi sem átt að fá hann að 3 mínúturnar það skila ekki inn skila ekki á tíma Þetta verður skemmtilegt. Já, svo sannlega. En talandi Sjostakovits, það var hann var náttúrulega ótrúlegur músikant með svona fyrstu verkin og svona alls konar dót í gangi hjá honum, sko. Bara eitthvað sem hann hljómar eins og Dixieland og svo náttúrulega svona þessi gyðingatónlist í austrinu og það er bara allur anskotin í verkunum. Sko. Hann svona mikið að reyna, hann að prófa sig áfram mjög mikið. Hann mjög svona experimentar, sko, og kemur svo upp með alveg sitt. Og fyndin. Sko. Já, mikil kaltæðinni. Svona sem er hilarious fyndin. Jú, hann mjög þurr, sko, þessi írónía, sko, íróníski húmor. Já, er það ekki sá sem að hljómar eins og svona þessi verið að spila undir þöglumyndunar eða eitthvað? Það er að fara að grúska. Það eru nokkur af fyrstu verkunum eru bara mjög fyndin. Jú, það er mikið jazz í fyrsta píanókonsertinu. Jazz, já. Hann líka, ég hef mikið hlustað á jazzvítunar hans. Ekki bara frægu, en hinnar er æðislega skemmtilega, sko. Alveg geggjaður, sko, jú. Hvernig finnst þér að vera að spila hann? Nei, ég hef ekki, hann er á óskalistanum. Þegar ég var að byrja að fara á symfóníutónleika, þá var Sjostakovits, hann var nýja tónlistin. Já, einmitt. Eins hlægilegt á þau, sko. Þetta var svo, já. Nú er hann orðinn gamall og góður, sko. Herðu,
Gaman að fá ykkur að spjalla þetta. Er það búin að fara að byrja að hefa núna? Tókum eina æfingu í morgun, Já. fyrsta æfingin. Herdís lenti bara frá Bandaríkjunum í morgun, þannig að hún kom bara fersk af flugvellinum. Við lásum í gegnum öll verkin. Hvað var það í Bandaríkjunum? Það var Herdís. Herdís býr í, hún býr í Bandaríkjunum. Hún fyrirleikar í Minnesota hljómsveitinni. Hvað hún að gera í Bandaríkjunum? Hún fyrirleikar í Minnesota hljómsveitinni. Bara nýbyrjuð þar. Þannig að hún var að koma sérstaklega fyrir þetta. Já. Sem æðislegt. Og við æfum bara núna daglega í þessari viku. Hafið þið spilað saman áður? Sko ekki í þessari samsetningu. Við Geirþrúður höfum nú spilað saman heilmikið frá því við vorum bara litlar. Frá því við vorum unglingar. 13-14 ára sko. Þá setti mamma þín okkur í kvartett saman. Það er rétt og við spiliðum með mitt Sjostakovich og Mendelssohn og allan skalan. Og já, örglega eitthvað fleira, ég man ekki. Alveg fullt fleira og Mendelssohn tríó, er það ekki? Mendelssohn tríó, númer 1. Nei, númer 2, D-mál, er það ekki? Það er númer 1. Já, það var D-mál, já. Einmitt og já, og svo vorum við líka báðir í Juilliard, sko í master og þá spiliðum við aftur saman. Aftur í kvartett. Við höfum meira að segja pappa þínum, meira að segja að spila saman á Zoom. Já. Af því við vorum báðar í Juilliard þegar COVID kom og vorum í kammerhóp þar í dúói. Og til þess að klára einingarna þá þurftum við að taka kammer á Zoom. Já. Þannig að við höfum Þið á sikkur á staðnum. Já, við höfum í sittkvör íbúðinni í New York, held ég. Já. En já. Þannig að við höfum prófað allan pakkan. Sko. Við spilum í kvartetum og kvintetum og tríum og Zoom. Og Zoom og hljómsveitum. Hljómsveitum. Þannig að við höfum virkilega, sko, já, við þekkjum hver aðra. Já. Og svo náttúrulega er víóleikarinn hann Brian yfirmaðurinn minn, þannig að við höfum spilað mjög mikið saman en ég hef ekki spilað með Herdís áður en við náttúrulega þekkjumst mjög vel og Geirþrúður hefur spilað með henni þannig að þetta small alveg saman sko, þetta var alveg Það er svolítið skemmtilegt hérna á Íslandi, við búum öll erlendis ég bý í London og ég er í Bandaríkjunum og Herdís í Bandaríkjunum Já. En af því maður þekkir alla hérna heima svo vel, sérstaklega af sinni kynnslóð, þá kemur heim og það er einhvern veginn, það er svo auðvelt einhvern veginn að byrja að æfa og... Fyrstu svo saman bara. Já, akkurat. Það er einhvern veginn, það er mjög sérstakt sko, allt annað heldur en að vinna erlendis í rauninni. Þetta er talað um þetta í klassíkinni líka í poppinu. Já, akkurat. Það er svo auðvelt einhvern veginn. Maður kemur hingað og þá bara, já. En einu sinni voru systkinahópar svo stórir að það var bara, svo fyrsti sem fættist var fiðla og... svo kannski selló svo píano svona seinni árin og svo víóla, það kom síðastur svo sem maður fekk ekki að velja Þannig aðeins á í minni fjölskyldu byrjuðum öll á fiðlu ég er þriðja af 4 og eldri systkini mín voru á fiðlu og ég fekk fara á sellóið Þú nefndi mömmu hennar að það er eitt fyrirbrigði í klassískri músík eru mömmunar sem eru að skuttla stelpunum fram og tilbaka Já Það er nú einhvern tímann að Skuttlið er mjög mikilvægt Það gerist að verður engin tónlistamæður án þess að vera með góðan skuttlara Það er búið að skuttla ykkur ansi mikið Alveg mjög rosalega sko upp í tónlistaskóli Reykjavík upp í Skipal 33 það var mikið skuttlað Sól, hver er skuttlað þér? Er það pabbiðin eða mammaðin? Bara bæði og bróður minn, hann er náttúrulega Þú er með 3 skuttlara Bróðir með bílpróf Því líka luxus sko Það kemur sér vel fyrir Sóli, þér var líka eitthvað skuttlað Frá endalaust Fyrst í fiðlu og síðan á sellóið og síðan í píanótíman, labbaði á milli og síðan Sóli skipti, hvað varstu gömul þegar þú skiptir yfir í selló? Mér minnir ég hafi verið 8 ára Já. Þannig að við byrjaði að fiðlu þegar þú varst bara, ég manna ekki. Já, 4 ára. Já, við munum nú eftir þeir í nótinni, við vorum akkurat, við vorum að helst engakvart, þetta var þá sko, við vorum á sama tíma. Í nótinni á sama tíma og Við vorum með þarna unnuð í Við vorum í efstu, í gömlu deildinni, já. Öldungadeildinni. Já, í öldungadeildinni. Sóli vann í yngstu deildinni. Já, veit. Með það voru margar, sérstaklega konur, svona innsóginu þegar þú lappar út á sviðið og byrjar að spila. Já, meðal annars við, þetta var náttúrulega bara sætasta sem við höfum séð. Svo skiptur yfir og vildir fara yfir á selló. Já. Og maður var að velta þessu fyrir sig, á hverju allir þessi? Og þá var svona kenningin að það sé bara eitthvað tónn í okkur sem við erum að leita að. Og hún væri eiginlega selló. Já. Hún var að leita, en svo fór hún aftur yfir fylguna. Okay. Já, fórstu fram og tilbaka? Já, ég var sko, ég æfði á selló og piano á saman tíma. Ok, og svo fórstu aftur á fiðlu? Aftur á fiðlu. Ok, ég vissi ekki þú hafðir áttir sellólíf. Nei. Það var bara 1,5 ára eitthvað. Ég man ekki hvað var það. Já, Bryndísi Höllu. Okay.
og síðan ég Örnólfi hérna í Suzuki fyrst. Ég var einmitt svona líka sko, en ég fór ekki tilbaka. Ég byrjaði á þyluna og ég vildi svo endilega skipta. Já, akkur, því að maður býr náttúrulega látlaust kenningar um allt saman. Ég bjóti kenninguna að þetta væri það var hennar grunntónn í sálinni væri sjálf. Væri dýpri. Svo var reyndist það bara ránt. En það ekki samt þannig að fólk finnur hljóðfærið einhvern veginn? Ég held hljóðfærið velur þig, sko. Það eina sem ég var mjög lítil, sko. Ég byrjaði á fiðlu svona 5 ára og það gekk nú ekkert rosalega, sko. Ég var ekkert voðalega duglega að æfa mig. Svo sá ég var á einhverjum svona barnatónleikum og ég sá selló krakka, kannski hóp, jafnvel af selló svona nemyndum, Suzuki-nemyndum að spila og allir lögðu þeir hljóðfærin svona niður á hlið eins og sellóleikarar gera alltaf. Miklu smartara. Já, mér fannst þetta æðislegt. Mér fannst þetta geggjað og ég hvíslaði með mig, ég vil svona, sko. Og svo var svo heppilegt að föðurbróðir minn Gunnar Kvaran er sellóleikari og tók mig sem nemanda. Sellóleikarinn. Sellóleikarinn, akkurat, já. Nei, það er Bensson. En þannig að það er svona smart að leggja selló frá sér. Þú ert píanóleikari. Þú ert kannski bara í neðæri að lest eitthvað staðar. Eitthvað með fiðlutösku og eitthvað. Ég var mjög afbrýðsam. Það er svo vantar eitthvað virkilega, sko. Gítar á bakinu. En þú þarft ekki að kaupa að handa þér flug með það, sko. Nei, ég öfundaði svo mikið, sko. Þú veist bara, axlirnar þínar eru bara ekki alltaf að þvælast með eitthvað hljóðfæri og alltaf stressi í flugvél og kemst ég með þetta. En svo þarf þú alltaf að spila önnur hljóðfæri, sko. Við fáum það lúksus að spila alltaf á okkar hljóðfæri. Og venjast því. En þið þurfum alltaf að vera, kom í nýjan sal, hvernig þetta sé virkar ekki að þessu píanu, það er munur eða ekki á hljóðfærum? Jú, mjög mikil. Ég var í tónastöðinu og það var maður sem að sagði að meira þess að bara svona venjulegt píanó og flíill, það er bara ekki sama hljóðfæri, bara alls ekki, bara mjög langt frá því. Já, alls ekki, og þetta er bara merkilegt, bara. Það spara á plötunars Víking Sæðar, það sem spilaði á helminginn á flíil og hinn helminginn á píanó. Nei, hvað var það? Ég held að hvað var hann að spila aftur á þessu? Þetta var ímislegt þetta Bach, þetta var svona styttri verkmörk sem að setja saman, þetta kom út fyrir 5 árum, sko. Gerði hann ekki allt, sko, ég held að hann hefði tekið upp sömu verkin, allt á flílinn og allt á, þú veist, litla píanóið. Og já, þetta var skemmtilegt að heyra þetta, sko. Þetta er allt, þetta er sikkur hljóðfærið, svona einhver leiti. Já. Herðu, gaman að fá okkur, Rannveig og Geirþrúður og ykkur, gaman að fá okkur aftur á 9 ári. Ef við ekki halda þessu áram að fá gestinga að tala klassíska tónlist? Jú. Svona kenningin er, sko, að þær mun alltaf taka meira og meiri þátt í þessu svona þegar á liður. Það tekir tíma að vennist, þetta er náttúrulega mjög óeðlilegt að sitja svona með eitthvað mikrofón í andlitinu. Stóra rauða borðið. Það er mjög gaman að þessu. Já, takk fyrir okkur. Þetta er bara óbærslega skemmtilegt. En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborð að reyna að kynnast ýmsu. Ég held að við ætlum að fara í myndlist- og handíðaskólann hérna rétt á eftir. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is